Þú byrjar í ekstrím nærmynd. Já, það er gaman. Byrjar í ekstrím nærmynd í dag. Og skemmtileg. Mjög skemmtilegt. Bara kveikja á öllum tækjum, sko. Já. En velkomin í miðvikudagsspjall og það er komið eldgos sem að varði í korter. Já, Það er áhugavert. ég vaknaði í gærmorgun og síðasta sem mig dreymdi var það að ég horfði á eldgos í byrja. Já. Svo bara byrjaði það og kláraðist bara, já. Já, líklegast bara með útdragskafl. Tepallæðin, Já, sko. Veit. En bara hjartalega velkomin og við ætlum í dag að fjalla það var svolítið tæp kosning í dag. já. En að lokum var valið viðfangsefnið hvað er andlegur vöxtur, þannig að við ætlum aðeins að ræða það hérna eftir. En okkur langar að minna á að skráningar í þín persónulega umbreyting, bæði hér og á höfuðborgarsvæðinu og í Eyjafirði eru og við erum einmitt að fara að afgreiða fyrstu umsóknina okkur á eftir með Metatron ergengli, þannig að við hlökkum mikið til að hella okkur í það verkefni. Það verður kynningafundur 7. maí klukkan 17:30 á Zoom og það eru skráningar á vefnum okkar á þann kynningafund og skráðið núna þá færðu áminningu fyrir fundin að vera með og bara allavega kynna þér málið til að sjá hvað hérst kallar á. Já, svo er annað sálafóður núna sunnudaginn 1. Það er frábær mæting á fyrsta sálafóður okkar og við ætlum að endurtaka leikinu sunnudaginn 1. klukkan 13:30. Okkur steina verður opnið þar á undan og svo eru alveg seri af englaríkinámskeið núna í apríl og maí sem eru nú óðum að fyllast, þannig að við hvetjum ykkur til ykkur langar englaríkinámskeið að tryggja ykkur pláss sem allir fyrst. Heitir Reykjavík hérna í lok apríl. Þannig að það er að gera að stökkva á tækifærið. Já, og annað ég fyrir í lok maí. Já, rjálega að gera. Og svo 3 og 4 námskeið, það færðist nefnilega og verður núna í lok maí hérna í Reykjavík. Já, andlegur vöxtur. Og það er eitthvað sem að við erum afar heitar fyrir. Já, í rauninni er fyrir okkur andlegur vöxtur svolítið praktískur. Já. Svona praktísk leið í lífinu til þess að geta lifað í meiri sátt við okkur sjálf og til að geta bara fundið sterkari rætur í lífinu og til að vera sterkari í okkur, í meiri frið og sátt. Já. Og hvað er, kannski byrjum á því hvað er að vera andlegur, við höfum nú oft talað um það, að vera andlegur er ekkert endilega bara að fá sér kakóbolla á mótnana eða stökkva inn í einu og eina athöfn, heldur er þetta nokkuð stöðug vinna þar sem við erum að hugleiða, þar sem við erum að tengja við jörðina og þar sem við erum að fara í gegnum þessar hluti sem að gerast og hafa gerst í lífinu. Því að það er einfaldlega þannig að við erum aldrei að ég til búin að klára. Þá getum við líka bara að pakka saman og fara heim. Já, og ég held að fyrir ekki að klára það fyrst. Ég bara þetta að við erum, lífið heldur áfram að gerast, þó við séum búin að vinna í fullt af gömlu dóti, þá heldur lífið áfram að gerast og það eru ótal mörg lög í þessu gamla dóti sem við erum að vinna í sem að koma og banka upp á aftur og aftur. Það þýðir ekki að við höfum ekki þrifið nógu vel í byrjun, heldur það þarf bara að taka næsta lag og vinna það. Já, og við hittum náttúrulega alls konar fólk sem er búið að vera á andlegri vegferð í stuttan eða langan tíma og hefur kannski oft mikla reynsla að vinna með annað fólk og halda utan þróunarhópa og hitt og þetta. En samt sem áður sér maður ekkit endilega alltaf mikinn vöxt hjá viðkomandi einstaklingum vegna þess að ég held að við eigum það svolítið til einmitt að festast í einhverju fari. Við lærðum eitthvað ákveðið, svo unnum við eitthvað ákveðið í okkur og þar með bara erum við komin inn í eitthvað svona öryggisramma og höldum bara áfram þar. En fyrir okkur þá er andlegur vöxtur ekki bara það að efla andlega tengingar sínar og að upplifa þetta hæ sem að maður finnur náttúrulega oft þegar maður er nærgóðri tengingu og er að taka við visku og kærleika og öðru frá öðrum vítum og sérstaklega náttúrulega líka þegar maður uppgörast þetta sín eiginmátt og sína einvisku að
vera og rækta þær tengingar og fara oft í hugleiðslu og vera kannski hvar í jóga og taka þátt í hugleiðsluhópum, þróunarhópum, bænahópum, alls konar svoleiðis. Það er að sjálfsögðu að vera andleg, en andlegur þroski á sér ekki stað fyrir en að við tökum það sem við lærum á þessum stundum og í þessum tengingum og setjum það inn í það hvernig við lifum lífinu, breytum lífi okkar samkvæmt því. Já. Því að við getum farið endalaust, ég meina við þekkjum fullt af fólki sem er rosalega andlegt, það er að gera alls konar andlega hluti, en það breytir aldrei neinu í sínu lífi og þar að leiðandi verður engin andlegu þroski. Því að við þurfum náttúrulega fyrst og fremst að gera okkur grein fyrir því að við erum andlegar verur í jarðneska líkama og við erum komin hingað til að læra. Það þýðir að við þurfum að taka náttúrulega eins og oft talað þessa ábyrgð á okkur og það sem ég sé helst og náttúrulega tek eftir á sjálfum mér og auðvitað erum við aldrei fullkomin en það sem breytist með þessum andlega vexti er það að fókusinn færist miklu meira inn á við á okkur sjálf og við verðum meðvitari okkur og ég meina við mætum alveg oft hérna á skrifstofuna og spyrjum alltaf hvort aðra hvernig hefur það í dag, hvað er að gerast í þínu lífi og annað. Stundum erum við bara í ruglinu af því þú veist það er bara þannig, lífið gerist. Yeah. Og það er alls konar að gerast í kringum okkur og sjálfsögðu hefur það áhrif á okkur en það þýðir ekki að við getum samt ekki, eins og í mínu tilfelli, eitt af því sem að mér finnst það að breyst svo mikið er það bæði að hugsanirnar er ekki að stjórna, það er ekki stanslaust hérna bla 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 í hausnum á mér, alls konar sem rúlar fram og tilbaka, endalaust og ég á miklu auðveldar með að finna þennan innri frið þó það sé bara allt í gangi í kringum mig. En auðvitað hafa hlutir samt áhrif á okkur en að geta samsæst niður og fundið hennar frið og það sem er líka í mínum huga andlegur vöxtur er það að þegar við erum mingum meðvirknin okkar, erum að horfa meira á okkur en minna á aðra að þá eigum við líka miklu auðvitað með að samþykja að aðrir eigi sína leið og við höfum ekki stjórn á henni, við erum ekki við stjórnvölin nema í okkar eigin lífi. Fyrir mér snýst andlegur vöxtur mjög mikið traust, að læra að treysta mér fyrir mér og leið læri ég náttúrulega að treysta heiminum og því sem í kringum mig er. Það finnst mér svona, það hefur verið eitt af mínum stóru verkefnum allavega að það er traustið og að nýta þá tilfinningar og þá visku sem ég fengið úr tengingum þar sem að ég hef hitt svo mikið af verum sem eru svo sannlega traustsins verðar. Og ég finn að halda utan mig og passa mig og leiðbeina mér í lífinu að vita af því og geta treyst því og leið treyst eigin innsæi og því sem ég fæ frá þeim og kannski frá sjálfur mér í leiðinni. En ég meina við þekkjum öll til dæmis alveg miðla með magnaða tengingar sem að eru bara í kannski að glíma við mikil veikindi, að bæði andlega eða líkamlega eða hreinlega að brenna út og svona vegna þess að þeir hugsa ekki sig. Það er ekki, þú verður að hreinsa og vinna með verkfærið sem er líkaminn til þess að geta verið í tengingum eins og miðlar eru að gera svona mikið. Svona. Þetta er ekkert alltaf auðveldar tengingar og ekki sem allir eru að vinna með. Það er líka þetta að vera í þessari tengingu við jörðina og að finna að við séum tengd jörðinni, að við séum tengd öðru fólki og við séum og ræktum þessar tengingar og það er oft þannig að það breytist fólki í kringum okkur líka þegar andlegi vöxturinn fer á stað og það er bara eðlilegur hluti af þessari þróun. Við förum að sækjast meira í fólk sem á meiri samleið sem við finnum sterkari tengingu við, höfum meira traust á, eins og þú segir, fólk sem er og tekur lífið bara og lifir lífinu sínu en er ekki að vasast í annarra manna lífi endilega og þó við viljum að sjálfsögðu vera til staðar fyrir fólki okkar en það eru þessar tengingar og traust á innsæinu. Já. Og ég myndi svo segja traust á öðru fólki og að treysta öðrum fyrir okkur því að við hittum líka mikið af andlegu fólki og jafnvel meðferðaraðilum og miðlum sem að leyfa aldrei neinum að hjálpa sér. Þau leita sér aldrei meðferðar sjálf
því að þau telja sér trúum og það er svo auðvelt að gera það, við teljum okkur trúum það ef að við erum í tengingu við að hjálpa öðrum sé við að hjálpa okkur í leiðin. Það er ekki þannig. Við fáum alveg ákveðna orku í þessum tengingum eins og í heiluninu og annað, en það þýðir ekki að við þurfum ekki að fara annað til þess að kafa dýpra, af því við getum ekkert verið kafa djúpt innan við okkur þegar við erum að vinna og vera millistykki fyrir aðra, við erum að halda rými fyrir aðra. Þannig vöxum við ekki. Það er bara, og ef við teljum okkur trú að við vöxum þannig, þá erum við stödd í einhvers konar leikningu. Og ég hef alveg verið þar, þú veist, við höfum öll verið þar. Og við höfum öll verið þar líka sem höfum gengið innan andlega veg að telja okkur trú að við séum rosalega andlega, við erum bara nógu mikið að iðka hugleiðslu eða taka þátt í einhvers konar athöfnum með hópastarfi eða eitthvað svoleiðis, að þá séum við rosalega andleg. Ég meina, auðvitað erum við andlega þenkjandi, en eins og við sögum áðan, ef við tökum ekki það sem við erum að læra og integritum það í lífið okkar, að við tilengum okkur lærdóminn og breytum virkilega líf okkar á þann hátt sem hann segir til að þá erum við ekki að vaxa. Við göngum í áttina tilganginum okkar, við göngum í áttina draumunum okkar og við færumst nær og nær því, og það er ekkert alltaf þannig að allir geti bara farið að hætta að vinna og fara að sitja á hanglislu. Heldur bara að við tökum skrefin og við séum að vinna markvisst að því og við vitum hvað við viljum, hvert við viljum stefna. Það er mikilvægt að jú, það gerist allt þegar það á að gerast og við getum alveg verið þar, en það þýðir ekki að við viljum bara flögt, heldur við verðum að sýna hvað við viljum og fara í áttina að því. Annars gerist það lítið, annars missum við bara af tækifærunum. Er þetta ekki bara svolítið þannig að þessi andlegi vöxtur að það er þetta minka með að fókusa á okkur, lifa okkar lífi? Já, og líka bara að elska okkur nógu mikið til að átta okkur á því að lífið er bara einn stór æfing, sko. Að við erum bara, og stundur rennum við bara rassinn og við gerum það öll. Ég meina, ég held að það sé eitt af því sem ég svona bara er eitthvað ánægðast með hjá sjálfur mér að hafa tekið í sátt. Ég mun klúðra hlutum. Það verður bara þannig. Og ég mun renna á rassinn og ég mun gera alls konar vegna þess að ég er mannleg. En það sem skiptir máli, hvað ger ég svo? Þarf ég að biðja einhvern afsökunar? Er eitthvað sem ég þarf að leiðrétta? Þarf ég bara reynilega að standa upp rétt úr mér og hrista þetta mér og segja, svona er þetta bara stundum. Hvað læri ég? Við þurfum alltaf að halda áfram að læra. Já. Og halda áfram að vinna í því sem að uppkemur. Við erum ennþá að kafi í alls konar vinnu núna. Já. Og alltaf að skoða okkur, og það er bara nauðsynlegur partur af prósessinu. Þetta er bara þannig. Þetta er ákveðið ferli. Og við erum til þess, eins og segir, að þroskast. Við fáum þetta líf, þennan eina líkama í þetta skiptið, og við ætlum að vera góð við hylkið okkar, við farartækið okkar og sinna því. Því það setur svo ansi margt oft í líkamanum sem af því sem á undan hefur gengið á. Þannig að við hvetjum ykkur til að skoða hvernig eru þið að stuðla ykkar andlega þroska. Eru þið að tileinka ykkur það sem þið eru að skilja og læra af þeim andlegu hlutum sem þið eru að iðka, og eru við í raun og veru að breyta líf ykkar? Eru við í raun og veru að gera það? Og ef ykkur vantar leiðsögn og aðstoð, þá eru við náttúrulega bjóðum við upp á alls konar leiðir, og það er fullt af fólki, frábæru fólki út allt sem býður upp á alls konar þjónustu. Þannig að nýtið ykkur það. Finnið þið hvar ykkar staður er, hvert hjarta ykkar leitar, og fáið aðstoð, því að það skiptir líka máli að við treystum öðrum fyrir okkur. Og við eflum andlegu tengingarnar okkar náttúrulega mest með því auðvitað að stunda hugleiðslu, en líka með því að vinna í okkur. Við getum gert alls konar æfingar og við getum gert svo margt, við getum lært svo margt til þess að styrkja þessar tengingar, en mín reynsla er svo að þær verða sterkara eftir því sem við höfum þar meira hluta af okkar daglega lífi. Já. Algjörlega. Við ekki setja okkur í stellingar. Nei. Amen og eftir efninu. Takk fyrir í dag.